Já, sælverið gott fólk og eru velkomin næstu skref. Þetta 23. þátturinn sem við erum með hérna í vetur. Það voru skemmtilegt að vera með ykkur og góð umræða og góðar viðtökur, sérstaklega við síðasta þætti með Halldór Blöndal. Það var skemmtilegu þáttur og gott að fá mikið að skilaboðum og jákvæðni í gagnvart þeim þætti. En í þættinum í dag ætlum við að ræða við orkumálastjóra, Gunnar A. Jóhannesson. A stendur fyrir Albert, nú veit maður það. Og við ætlum að fara í gegnum orkumálin og sem hafa nú verið manni hugleikin og maður tók nú meðan þátt í orkustefnu fyrir Ísland sem við skiluðum af okkur í haust, starfshópur, orkustefnu fyrir Íslandi 2050. En það margt annað sem við þurfum að ræða í þessum þætti og það meðal saga rammaáætlana og þið hafið heyrt að því góður árundur að það búið að vera mikil umræða rammaáætlun. Það búið að vera mikil umræða miðhálendis þjóðgarð í þessu samhengi líka og hvernig þetta spilar allt saman. Mér langar að ræða hér í dag vindorkuna og samspil vindorku við vatnsaflið og margt fleira, orkuskiptin en í grunninn þá staðan þannig hjá okkur Íslendingum og ég kannski setti með auglýsingur með þessu þætti að við erum sannkölluð orkuþjóð. Við framleiðum á Íslandi helmingi meiri orku á hvert mannsbarn heldur en næsta þjóða eftir okkur og það Normenn og þau lönd í heiminum sem númer 3 og 4 í orkuframleiðslu á mannsbarn að framleiða ca. 25-30% sem við Íslendingar framleiðum á hvert mannsbarn. Þannig að hagsmunir sem tengjast orkumálum og framleiðslu orku og hvernig við nýtum hana eru gríðarlega mikilvægir á Íslandi í öllu samhengi. Þannig að og samkeppnishæfni landsins raunverulega á mikið undir þessu málum sem hvort sem snúum að hitaveitu eða rafmagni eða öðrum orkugjöfum, hvernig við getum farið með þetta. Og þess vegna var náttúrulega kominn tími til að fá orkumálastjóra sjálfan í þáttinn til þess að fara sig gegnum þetta með okkur. Guðni, vertu velkomin í þáttinn. Já, þakka þér fyrir. Mjög gaman að vera hérna með ykkur. Takk fyrir það og ef við kannski byrjum bara á það sem búið að ræða mikið í vetur og núna og síðustu vikur á mánuði sem þetta samspil og kannski ef þú ferð hans í gegnum með rammaáætlun, byrja kannski að útskýra þetta ferli og sögu á bak við rammaáætlanir. Ef þú byrjar á því, Guðni. Já, það eins og við munum kannski sem sagt í lok síðustu aldar og upphafi þessarar þá voru miklar deilur í kringum Kárahnjúkavirkjun og svona miklar skoðanir sem menn höfðu á hvernig ætti að standa að virkjunarmálum, hvernig þetta flétta umhverfismál og annað inn og þetta var mikil umræða. Og í framhaldi af því þá fóru menn að hugsa svona einhvers konar rammaáætlun fyrir Ísland þannig að það væri hægt að skoða sem sagt virkjunarkosti þá út frá mismunandi sjónarmiðum, náttúruvernd og samfélagsáhrifum og áhrif á efnahag og síðan aðra atvinnuvegi og svo framvegis og þá gerðum við kannski vonur það væri hægt að raða þessum virkjanakostum þannig að menn gætu séð hvað væri hvað væri auðveldast, hvað væri mest sátt og kannski hvað væri hægt að hafa mest út úr líka, þetta voru líka efnahagslegar stærðir. Og þannig byrjaði raun og veru þetta starf og síðan má segja að 2008 þegar ég byrjaði sem orkumálastjóri þá annar áfangi rammaáætlunar að fara af stað og þá var stemt að því að gera mat á virkjunarkostum fyrir landið og raða þeim upp út frá þessum sjónarmiðum og síðan að flokka þá í nýtingarflokk og virkjanaflokk og þá hugsanlega biðflokk eða vantaði meiri upplýsingar. Og þessi vinna var unnin svona eins og til stóð á cirka 3-4 ára tíma og síðan var þessi áætlun, hún var samþykkt og unnin af verkefnisstjórn og það var svona síðan afgreiddi Alþingi þess áætlun og síðan afgreiddi Alþingi líka ný lög og rammaáætlun þar sem var gerður svona sterkari lagarammi í kringum þetta. Og það var kannski þar sem að eitthvað fór úrskeiðis því að í áfanga 2 hafði verið tiltölulega breiður hópur sem flestar meginstofnanir
sem kom að þessu höfðu haft aðild að, þannig að og þar voru líka inni sem fulltrúar orkuiðnaðarins í vinnunni og svo framvegis. Þannig að það var svona stærri hópur, það var stærri umræða og búið að svona ræða ekki bara mjög sérhæfð mál heldur ræða út frá svona heildarsjónarmiðum líka mikið í hópnum. Og þannig að það efni sem fór fyrir Alþingi þá var í raun og veru tiltölulega auðvelt til úrvinnslu. En síðan í þriðja áfanga þá sem verkefnastjórnin minnkuð, faghóparnir gerðir sérhæfðari, það svona notuð, það þróuð svona aðferðafræði sem að meira byggir á svona Excel-skjölum og minna á raun og veru þessari almennu umræðu og þessari víðari sýn á hlutina. Og það sem við stöndum síðan uppi með þar svona einhvers konar afurð sem að hefur gengið afskaplega illa að koma í gegnum Alþingi. Það ekki En Guðni, það náttúrulega komu líka í ramma 3, hópu 3 og 4 samfélagslega áhrifin og efnahagslega áhrifin. Þetta var aldrei klárað og urðu tölulega leiðindi í kringum það að ákveðnir hópa skilu ekki af sér eins og efnahagslega áhrifin og samfélagslegu. Þannig að það ferli var aldrei klárað og síðan stofnað til 4. hóps. Já, það rétt að þetta var ekki klárað, þetta var ekki nógu vel undirbúið, eins og ég segi, það var ekki búið að ræða þessa víðu sýn á virkjanahugmyndirnar. Þetta var í raun og veru búið að meta þetta meira út frá svona náttúrufræðilegum þáttum og kannski með tildi ferðamennsku, en hina stóru efnahagslegu og samfélagslegu sýn vantaði. Já. Og þess vegna var þetta mjög erfitt úrvinnslu fyrir Alþingið að vinna þetta og þess vegna hefur ekki verið hægt að klára þetta mál ennþá. Nei. Og síðan þetta eðli málsins þannig að það sem ekki klárað í öðrum áfanga og fór í bið, það fluttist þá yfir til 3. áfanga og það sem ekki klárað í 3. áfanga og fyrir bið, það á að flytjast til 4. áfanga og þess vegna mjög erfitt að byrja með 4. áfanga áður en Alþingi búið að afgreiða 3. áfanga. Þannig að þetta var komið í tómar ógöngur og þessi verkefnistjórn sem fékk það verkefni að vinna 4. áfanga rammaáætlunar hafði í raun og veru afskaplega skrýtnar forsendur fyrir sinni vinnu. Já. Þannig að máli í heild sinni að þessum tímapunkti núna býsna erfitt og allt þetta kjörtímabil hefur þetta verið erfiðum stað og ég held ekki alveg upplýst það hér allt kjörtímabilið í umræð innan þingflokka meirihlutans að þetta í mínum huga hefur verið eitt stærsta mál kjörtímabilisins, þetta samhengi rammaáætlunar, hálendis þjóðgarðar, hálendis á miðhálendinu og vindorku og svona bara fá einhverja samþættingu, einhverja sýn og þetta hefur umlega fátt gerst allt kjörtímabilið. Þetta tafist og hluti koma seint fram þannig að maður hefur náttúrulega persónulega verið tölvöld óánægður með að þessi tími hefði nýst illa núna í þessu ferlum að móta einhverja sýn á hvernig maður vilja standa að hlutum. Þannig að þetta svolítið óánægður núna og það sem maður helst kannski gert athugasemdir viðvarandi miðhálendisþjóðgarðinn fyrir utan aðkomu sveitarfélaga og ferðafrelsi hálendi og allt þetta. Það annars, þessi helstu punktar eru kannski að minni hálfu til að koma þeim að í umræðinu eru það orkuvinnslan og þá líka þetta með flutningskerfi raforku á þessu svæði að hvernig því fyrir komið og síðan náttúrulega með vindorku og möguleika og frekari orkuvinnslu á svæðinu. Þannig að þetta flókið og risastórt mál og það hefur gengið erfiðlega að fá svona heildarsýnina fram á þessu ári að þessu kjörtímabili, myndi ég segja. Já, þessi tillaga hálendisþjóðgarð gerði síðan málið ekki einfaldara því að hún gekk töluvert þvert á rammaáætlun sem að var í lögbundnu ferli, þannig að það var svolítið erfitt að fara að koma með einhvers konar tillögu sem að útilokaði í raun og veru þá kosti sem að Alþingi var með til umfjöllunar. Það að segja Alþingi var þá nokkurn veginn að taka fram fyrir hendurnar á sjálfu sér. Þannig
og síðan auðvitað má segja að tilgangur með hálendisfrumvarpinu og menn vilja auðvitað gera ýmislegt fyrir hálendið og það gott og stjórna því betur og við getum allir verið sammála það. En auðvitað það þannig að hálendis þjóðgarðinu fer svona fyrst af stað sem einhvers konar tilraun til þess að útiloka orkuvinnslu á hálendinu. Síðan hefur það svona tekið á sér ýmsa myndir og kannski menn verið svolítið að bakka út úr því aftur, en þó ekki alveg ljóst hvernig og það svolítið erfitt jafnvel fyrir orkumálastjóra að skilja nákvæmlega hvað átt við þegar sagt þegar sé hægt að virka inn í hálendisþjóðgarði. Þannig að þessi umræða bara einfaldlega skammt á veg komin og hefði verið þetta mjög gott að klára þriðja áfanga rammaáætlunar eða einfaldlega slá hann af áður en að væri farið í hálendisþjóðgarð eða slíka umræðu. Já. En ég tel hins vegar að þessi hálendisþjóðgarður séu margt bara einfaldlega of stór biti og menn kannski gerðu betur í að einbeita sér að þeim sem sagt þeim punktum þar sem að mest þörfin á sem sagt stjórnun og betri umsýslu. Já, það til dæmis eins og varðandi umræðan miðhálendisþjóðgarða, þá hef ég nú mikið verið með hugann við og lagt áherslu á að menn klári þá hugmyndafræðina varðandi þessa svokölluðu áttu hjá Landsnet að tengja yfir á milli norðursvæðisins og suðursvæðisins yfir hálendið Sprengisand og hvernig menn ætla raunlega að tækla það. Og mér heyrist nú svona viljinn síðan núna til þess að þetta sé Asíustrengur yfir. En það svona hluti sem maður vill fá á hreint. Þess vegna þetta svo stórt og mikið verkefni að við verðum að gefa okkur tíma til að ná þessu samhengi orkuvinnslunar og rammans og miðhálendisþjóðgarðs, öllu þessari hugmyndafræði, að það svo margt að klára og líka með vegina og samgöngu, hvernig ætlum að fara með það þetta svæði. Þannig að, og það ekki bara Sprengisandur sem undir, það náttúrulega raunverulega fleiri stöðum flutningskerfi eða háspennta kerfi okkar, flutningskerfi raforku, byggðarlínan, hún kemur víðar við heldur en bara hugmyndir Sprengisand. Þannig að við þurfum að klára þetta í þessu stóra samhengi og það hefur gengið mjög hægt og maður getur ekki séð að það klárist 1, 2 og 3 og við getum ekki samþykkt hálendisþjóðgarðinn nema það sé komin einhver almenn og góð mynd á þetta stóra samhengi, en það sem kom kannski fram í inngangnum hérna að þetta gríðarlega stórt og mikið mál fyrir okkur og auðvitað viljum við fara vel hálendið, ég held að við séum öll þar, en efnahagslega og verðmætasköpun og annað, þá þetta grundvallarmálinni í stóra samhengi hlutanna. Já, orkuvinnsla og orkuflutningur, þetta auðvitað undirstaða semst velmegunar á landinu og við vitum það að það verður ekki hagvöxtur nema sem sagt með aukinni raforku. Það bara svona þekkt úr sambærilegum þjóðfélögum og það sjáum við líka þegar við sjáum hagvaxtarsprotana sem að koma upp þegar það þörf fyrir meiri frystingu á Þórshöfn, þegar það að koma upp ný atvinnutækifæri á Akureyri og svo framvegis, að þá sjáum við hvernig í raun og veru framboð og raforku það sem takmarkar okkur. Já, nákvæmlega. Og þetta auðvitað hlutir sem við þurfum að hafa í lagi til framtíðar ef við viljum hafa sem sagt góð lífskjör og mæta þeirri mannfjölgun sem verður á næstu áratugum. Já, en það eitt gott dæmi með Þórshöfn, maður aðeins vera að vinna með þau mál að flutningur frá Kópaskeri yfir á Þórshöfn í dag 5-7 megawatt eða svo. Allir þegar bræðslan á fullri siglingu eða fullri keislu á Þórshöfn að séu 14-15 megawatt það sem maður þarf til þess og þetta náttúrulega bara grundvallarmál fyrir samkeppnishæfni Þórshafnar sem raunlega byggðar að þetta sé hægt að reka það í samkeppni við aðrar bræðslur og frystingu í landinu í uppsjáfiskinum að þetta sé í lagi. Þannig að og þess vegna ef maður vilja sjá Kópasker og línu Þórshöfn og yfir á Vopnafjörð og menn klárið hennar ytri hring og styrki hann og ýmsir möguleika sem í framtíðar
hugmyndum varðandi þetta svæði sem ég tel eigi gríðarlega mikið inni ef að rétt að staðið að málum. Síðan í þessu samhengi kannski erum við farin að tala flutningskerfið og við lendum í þessu desemberstormi sem hefur verið kallaður aðventustormurinn í desember 2019 og ég hygg að það er fátt sem hefur haft jafn mikil áhrif að menn fóru raunverulega að kynna sér málin í umræðu í pólitíkinu og annað að þá gerist það raunverulega í fyrsta skipti að flutningskerfi raforku bregst okkur hérna norðan heiða. Það koma fram alvarlega bilanir á því kerfi. Áður hefði þetta meira verið dreifikerfi eins og hjá Rarik sem hefði verið að klikka. En þarna verða raunverulega stóru feilarnir í flutningskerfi raforku og það hefur lengi verið talað og komst inn á áðan þetta ástand í Eyjafirðinum og Akureyri varðandi, hér ekki hægt að eins og eitthvað sagði að stinga í gang nýju hérna pylsuvagni eða gera nokkuð skapaðan hlut hérna undanfarin ár eða áratugi, jafnvel, að þá þykir mér, núna þá farið í miklu uppbyggingu og þetta búið að taka langa tíma, Kröflulína 3 klárast á þessu ári frá Fljótsdalsstöð í Kröflu og það hafin vinna við Hólasandslínu, við erum að sjá ummerki það að sá undirbúningur hafin hérna eins og við flugvöllin með strenginn og hérna, þannig að það er svona ár eða rúmt kannski ár að það klárist líka, þannig að við erum komin alltaf á stöðu eftir rúmt ár, sýnist mér. Ég varst nú gestur minn á fundi í Hofi, þess að ég kom með ráðstefnu þar fyrir 1,5 eða 2,5 ári, ég manið ekki í nóvember, hvort það var 19, þetta var bara rétt fyrir, 19, þetta er mánuði fyrir storminn sem að við tókum þann fund og það sem að var raunverulega hvetja til þess að svæðið og sveitarfélögin og einstaklingar hérna færi að koma hugmyndi hvað ætlum að gera með þetta, alla þessar möguleika sem skapast þegar við erum búin að byggja upp frá því að vera með mjög dapurt kerfi í að vera það sem ég segi og hvað það að Blöndulína 3 kemur líka inn frá Rangárvöllum í Blönduvirkjun að þá hygg ég að það verði nú valla það svæði í heiminum eins önnur orkueyja sem verður til þar sem að 40-50 manns búa á. Er ekki miklu möguleikar í þessu? Jú, það eru miklu möguleikar í þessu vegna þess að sko eins og við bent á að bara samfélög eins og Þórshöfn og fleiri að sem þurfa að eiga völ á svona á hverjum tíma svona 5-10 megavöttum til viðbótar til þess að geta sem sagt hugað að nýjum sem sagt atvinnukostum og þess vegna sem sagt að er afskaplega slæmt að vera lokaður inni í sem sagt orkufátækt einhvers konar og raforkan er mikilvæg. Síðan þetta er mikilvægt að flutningskerfið sé gott og ég held að það sýndi mér betur en nokkuð annað að þegar að sem sagt að við í storminum að þá erum við 2 samfélag, við erum með Dalvík og Húsavík og þar er sem sagt búið að leggja sem sagt línu að bakka sterka línu Þeistareykjalínu 4 og þegar að sem sagt vandamál koma upp að þá er hægt að tengja við hana og Húsavík sem sagt klára sig, verður ekki til vandræða meðan við erum í miklu vandræði með að halda uppi raforku á Dalvík. Já. Og þetta sýnir bara sem sagt að einmitt þessi styrking kerfisins sem kemur með aukinni orkuvinnslu, aukinni orkunýting á svæðunum, hvað hún er líka mikilvæg fyrir öryggið vegna þess að til þess að viðhalda öryggið þurfum við að fá endurnýjaðar og sterkari línur. En það lentum við því þarna í desember 2019 að raunverulega allar línur í flutningskerfinu hjá Landsnet frá Laxárvirkjun, Húsækurlínan, Kópaskirslínan og Laxárlína til Akureyrar, þær fóru allar. Já. Og raunverulega Laxárlína til Akureyrar fór í spað, raunverulega, það má segja það, hún fór bara mjög illa út úr þessu. En það styttist í að hún verður væntanlega tekin úr notkun á allra næstu árum, en það fóru öll þessi kerfi og það kom síðan gríðarlega óvart að Dalvíkurlína sem er sterk, stæðurnar þar er jafn sterkar á byggðalínu hringnum í dag. Það átti engin von að þetta geti gerst með Dalvíkurlínuna. Þannig að, og þar er nú komin áætlun núna framkvæmdaáætlun strengur
á vegum Landsnets á næstu 3 árum að það voru kláraður, þannig að það voru búið að tvöfalda kerfið þá til Dalvíkur með streng og með samskonar hætti og verið að vinna með í Skagafirðinum að tengja raunlega inn á Sauðárkrók. Þannig að það verið bæði strengur og loftlínur. Þannig að við erum að sjá töluverðar svona breytingar þessu og síðan kannski Rarik fór náttúrulega líka, það voru mikið tjón hjá þeim, þó að 65% af kerfinu hjá þeim sé komið í jörðu. En menn fóru í flýtingar og hugmyndir að í staðin fyrir að klára 2035 að koma því kerfi í jörð að þá tala núna á næstu 5 árum verið það klárað, þannig að við erum að sjá vonandi mikla breytingar. Maður hefði nú ekki vilja sjá í þessu veðri að menn ekki fara í þess aðgerð eftir veðri 91 og 95 með að byrja þetta ferli að koma rarikerfinu eða dreifikerfinu í jörðu. Að það hefði náttúrulega farið alveg skelfilega í þessu veðri ef við hefum verið með það allt í loftlínum. Já, það þetta eykur viðgerðarþörfina alveg stórkostlega ef það er mikið á loftlínu þegar svona veður skella yfir og þá það má segja kannski ekki öxin og jörðin, en jörðin geyma það best í þær aðstæður. En svo bara svo við komum aftur að þessu Norðurlandi sko með flutningskerfi, það er eitt, en svo þurfa menn líka að huga að aukinni orkuvinnslu til framtíðar. Og það sem að ég hef gagnrýnt mest rammaáætlun 3 fyrir, það er raun og veru meðferðin á Skatastaðavirkjun. Já. Og síðan að vegna þess að á Norðurlandi þegar við komið þetta síst, eins og þú varst að nefna, tengja frá Fljótsdal í Blöndu, sem er framtíðin, að þá erum við komið mjög sterkt samhangandi kerfi og þar sem við getum tekið inn á bæði og þurfum að fá inn á þetta kerfi nýjar vatnsaflsvirkjanir eins og Skatastaðavirkjun sem eru utan gosbeltisins, það er mjög mikilvægt til að upp á orkuöryggið og til þess að mæta síðan þegar við erum komið með sterkt vatnsafl inn á svæðið að þá getum við líka byggt út vindinn eftir þörfum á móti vatnsaflinu. Nákvæmlega. Þannig að með því að klára þessar tengingar með því að hafa skynsamlega marga orkukosti til ráðstöfunar á Norðurlandi, þá er þetta að gera alveg gríðarlega sterkar undirstöður til frekari uppbyggingar á svæðinu. Já, ég held að, eins og ég sagði áðan, ég held að þetta verði raunverulega aðstæður sem að þekkjast vart í heiminum fyrir ekki fjölmennari byggð, raunverulega þessi möguleika sem að geta skapast inn í þessa raunverulega kolefnishlutfall sem er að byggja upp og annað í heiminum að þetta eru ótrúlega möguleikar og þess vegna finnst mér líka Blöndulundur mjög spennandi þegar maður verður búin að taka hann inn í með Blönduvirkjun og klára þessi 30-35 megavött í farveginu við Blönduvirkjun í veitunum þar að þannig verði þetta spili ótrúlega vel saman. Hversu mikið hafið þið skoðað þetta samspil ef við förum aðeins yfir í vindinn, menn að það ég man bara ekki hvað með nota, maður tala alltaf að regla sama vindinn og vatnsaflið, en hvað er notið í íslenskunni, hvað er gott heitið við það, en þetta samspil á milli, hvernig þetta spila saman, lónin á móti vindinum og vetur og sumar og að blæsa á veturnar og síðan er meira vatnsaflið við sumarið og allt þetta, þegar það blæs minna. Hversu langt erum við komin í þessu á Íslandi í að skoða þessa möguleika eins og ég kom í inngangnum áðan. Ég held að þetta í orkustefnunefndinni, þá lagði alltaf mikla áherslu á þetta, en þess að ég held reynda bara miðað við alla Evrópu og þó sé litið víðar að það séu fá lönd sem eiga þessa ótrúlegu kosti inni með vatnsafl og vindaflið saman að spila þetta saman sem einhverja heild og þó maður sæi fyrir sér uppsett afli í vindi 500-1000 megavött á móti 2100 megavöttum í uppsettu afli í vatnsafli. Þetta er mjög ótrúlega stór tækifæri. Hvað hafið þið skoðað þetta? Já, þetta er auðvitað hægt að skoða þetta vissi marki, en við þurfum að, megum ekki gleyma því að vindorkan ein og sér, og hún getur verið ódýr í framleiðslu, hún er ekki fyrir hendi þegar það er logn, þannig að það þarf að vera viðskipta hugmynd á bakvið uppbyggingu vindorkunar. Og þær eru auðvitað eins margar eins og fyrirtækin verða mörg og þannig að þetta getur verið mjög svona stór og dýnamískur markaður. En það breytir því ekki að þarna verður að vera ákveðið jafnvægi milli vinds og annarra orkugjafa.
eins og við segjum fyrir landið að þetta gæti verið 500-1000 megawatt sem að menn geta svona potað inn í kerfið. En það þarf auðvitað að vera þá sko þannig að þeir sem ráða uppistöðulónunum þurfa að vera í einhvers konar viðskiptasambandi við þá sem að að framleiða vindorkuna og svo framvegis. Þannig að þarna erum við í raun og veru sko svolítið mikið upp á lögmál markaðarins og það verði svona eðlileg og góð markaðsþróun á vindi og vatni samhliða. En eitthvað ógætilegt að segja núna í ramma 4 sem sagt óskirna það voru 42 minni mig tillögur og 34 í vindafli og síðan það 8 minni mig í vatnsaflinu og þar voru hugmyndir sem sagt tölur hluti af þeim var frá Landsvirkjun varðandi Þjórsá að stækka þarna 3-4 vatnsaflsvirkjanir einmitt sem að maður lítur á að þarna sé nú verið að skoða alvarlega kosti þess að það náttúrulega meiri rennsli svo sem og við þekkjum bara nú jökla en það hlýtur að vera svolítið undirliggjandi að það verið að skoða vindafli þarna á móti vatnsaflinu að spila kerfin saman eða hvað? Já, því að það auðvitað bara ekkert leyndarmál að Landsvirkjun með sín stóru uppistöðulón og sem sagt miðlun í Þjórsá hefur auðvitað og síðan reyndar í Kárahnjúkalóni líka hefur auðvitað sem að segir yfirburða stöðu til þess að þróa þessi mál áfram en svo vill maður líka sjá kannski svolítið fjölbreyttari raforkumarkað þróast þannig að ég held að sé mikil ástæða til þess að skoða þetta til framtíðar að tryggja líka að það sé sem sagt fjölbreytni og eðlilegt samkeppnisumhverfi kring. Já, það sé raunverulega markaður fyrir raforku á Íslandi. Já. Og það auðvitað það sem við höfum verið að reyna að byggja upp og höfum gert með síðan raforkulögin voru samþykkt 2003 og þá auðvitað mjög mikilvægt að markaðs sem sagt öflin fái að vinna úr þessu og með hagkvæmasta hætti. Þetta ekki hægt að skipuleggja sem sagt af hálfu ríkisvaldsins við þessar aðstæður þó að það sé einhver hugmyndir það að þetta sé bara því þingmenn og ráðherrar sem að ráðstafa þessu í kringum land en ef við ætlum að halda í markaðsbúskap í raforkuframleiðslu þá verðum við að leyfa þessu svolítið, gefa þessu svolítið frelsi. Já, það fróðlegt að skoða einmitt og þarna eru nýjir kostir í stöðunni og við sjáum kostnaðarfallið þessi vindaflinu fara mjög hratt niður. Það bara framleitt megawatt í vindi núna einhver 10 árum, kostnaðarfallið hefur farið alveg gríðarlega hratt niður. Þannig að nú manni sagt að svo staða sig komin upp að vindaflið það náttúrulega það sem að koma út úr eins og í hafinu við Búrfell að nýtingi þar sé í kringum 50% á vindi þar, vindaflinu á þessum heimsvísu þetta 28% rétt, þannig að þarna kemur enn atriði svona einstað sem við verðumst búa við eitthvað svipað og norðursjónum búa við út í hafi, út í sjó en það kostar kannski 3-4 dýrar að reisa vindmyllur út í sjó heldur en á landi eins og við. Þannig að þarna virðist svona samkeppnislega, það hljómar þetta svona spennandi í þessu samhengi. Hvað segir það? Já, við höfum þessa forsendur að við erum með mjög góðan svona uppi tíma fyrir vindorkuver og höfum verið að sýna fram á svona minnst ástu yfir 40% á landi og það er eins og segir, það er eins og í Norðursjónum. Nú hins vegar ef við tökum þetta með verð á vindorku þá þetta þannig að í gleði sínu yfir nýjum orkukostum að þá hafa menn svolítið verið að fela kostnað í Evrópu eins og til dæmis að kemur styrki. Já, þá raun og veru flutningskerfið tengt á haf út, þannig að vindorkuverin á hafi eru ekki að borga kostnaðinn við að flytja vindorkuna til lands þannig að, og síðan það þetta þannig að kostnaðurinn við vindorkuna ekki bara við að framleiða vindorkuna heldur þarf að líka þá að hugsa kostnaði fyrir sem sagt, það sem kemur á móti vindorkunni, það sem getur balansera vindorkuna því að við viljum nokkurn veginn hafa
jafna framleiðslu og jafnan aðgang að raforku fyrir lang flest af því sem við erum að gera. Þannig að það má fara svolítið varlega í að líta á þessar kostnaðartölur og bera saman okkar vatnsorka og okkar jarðhitaorka þrátt fyrir allt tel ég ennþá hagkvæmari heldur en vindorkan. Já. En þetta eitthvað sem þarf að skoða mjög vel í samhengi hluta hvaða möguleikar í þessari stöðu. Það er áhugavert líka það sem að Rotterdam fór í viðræði við Landsvirkjun varðandi rafelsneti og möguleika á rafelsneti hér á Íslandi. Hafið þið hjá Orkustofnun eitthvað skoðað þessi mál eins og með rafelsneti eða gagnaver eða sett þetta upp eða aðra kosti, fjórða innbyltingin og kolefnishlutleysi, eða við tökum fjórða innbyltinguna, þá svona grunnforsendur undir henni græn orka og öflug fjarskipti. Það ljósleiðarnir og allt þetta sem við erum að vinna með og erum að styrkja. Og hvað hafið þið skoðað svona kosti bara samkeppnishæfni landsins varðandi rafelsneti, gagnaver og hvaða kosti við höfum til að byggja upp? Ég held að það sem í raun og veru að mér finnst álitlegast í sambandi við vetnið, það það að við höfum möguleika til að framleiða raforku úr jarðhita og það mjög gott fyrir vetnisframleiðslu vegna þess að vetnisgreiningin að splitta vatni í vetni og súrefni að það krefst mikilla fjárfestingar sem að sömu stærðargráðu og virkjun. Þannig að það ekki hægt til dæmis að menn að segja að það sé hægt að nota sólarorku til að búa til vetni, en það ekki hægt að byggja rafgreini sem bara í gangi 20% af tímanum. Það myndi aldrei ganga upp efnahagslega. Þess vegna svo gott fyrir okkur sem eigum aðgang að öðrum kostum eins og jarðhita og vatni til þess að þróa ásamt með vindorkunni, að við höfum miklu betri samkeppnisstöðu til þess að framleiða það sem við köllum grænt vetni en aðrar þjóðir. Vandinn kannski sá að þrátt fyrir allt að þá eru möguleikar okkar takmarkaðir en við getum unnið mjög vel úr okkar auðlind. Og þá erum við líka kannski einmitt þessi vannýttu auðlindastraumar í jarðvarmavirkjunum að nýta þá kannski líka betur inn í þessa framleiðslu eða eitthvað. Já, það einmitt að við getum nýtt jarðhitann betur og við getum nýtt jarðhitalindir sem að við höfum til dæmis gert mikla úttekt á því Orkustofnun að það rennur töluvert af ónýttu vatni bara til sjávar sem að væri hægt að framleiða rafmagn úr. Þarna við erum að tala að stærðargráðunni 100 megawatt sem að ekki nýtt vegna þess að menn hafa ekki svona lagt sig eins mikið eftir þessari nýju tækni að nýta lághita vatn til að framleiða rafmagn. En það hins vegar að breytast og margir að skoða þá kosti. Maður aðeins verið með í slíkum málum, en þetta líka, ef við bara klárum þetta rétt með flutningskerfi og mikilvægi mitt inn í þessa heildarmynd sem við erum að tala hér að þegar að byggðarlínan kom upp var lögð eða byggð, mér minnir að það sem hvað að kalla rauði hundurinn milli Akureyrar og Varmahlíðar fyrsti 74 minnum mig og fyrir einhverjum 40-45 árum þá var hún reist byggðarlínu hringurinn og þá var hún þá var gat hún tekið eða dreift einhverju 15-20% afgetu virkjana í landinu. Svo það komin niður í 3-4% og það með eftir fann að vannýta mjög orkun í landinu og það orkutöp sem verða og eins og Blönduvirkjun, það var ekki að nýta virkjunina í 30 ára hefur aldrei verið að nýta hana fullu fyrir en kannski núna það gagnaveri kemur við Blönduós en nýji byggðarlínuhringurinn hugsaður bara með svipuðu dæmi að hann geti verið upp á 15-20% af afgetu virkjana í landinu og það með bara miðlað orkunni og með hagkvæmustu hætti og nýtt orkunni auðlindi þjóðarinnar sem best í heildarmyndinu. Það ekki hugmyndin
Erum við ekki að tala um þetta svona? Jú, þegar þetta auðvitað mjög mikilvægt ekki bara upp á nýtingu, heldur líka upp á orkuöryggi. Því að eins og bara gosið á Reykjanesi sýnir okkur að við vitum ekkert hvar sem sagt næstu erfiðleikar steðja að. Við þurfum að hafa sem sagt vel tengt kerfi og geta sem sagt sinnt geta flutt rafmagn á milli. Já, og við þurfum ekki heldur að fara langt aftur Guðni með holur hérna 2014 og þá umræðu varðandi Bárðarbungu til dæmis en dæmi að hvar gosi kemur upp, þetta eru 50 kilometra frá Bárðarbungu sem að holur hérna kemur upp á sínum tíma, gosið þar, jarðhræringarnar. Menn tala um veiðivötn í þessu samhengi og raunverulega Þjórsá að það getur komið upp eldgos eða bara náttúrulega undir jöklunum sjálfum og flóðin geta farið niður Þjórsá og haft alvarleg áhrif. Og þess erum við að tala um þessa sterku byggðalínu og yfir Sprengisand og annað að reyna einmitt að tryggja þetta orkuöryggi bara fyrir þjóðina. Þetta er bara þjóðaröryggismál í stóra samhenginu. Já, þetta er öryggismál fyrir þjóðina og sem sagt er í raun og veru algjört grundvallarmál fyrir okkur að samtengja orkukerfi landsins. Já, þannig að það er stóra málið. En hérna, kannski rétt í lokin, núna erum við komin aðeins fram með það sem við ætlum okkur, hérna, samkeppnishæfni orkuverð á Íslandi. Hvar stöndum við núna? Nú að frá HR skýrslan sem kom í haust, þar sem við erum að meta þetta fyrir stóriðina, hvað hefur orkumálastjóri skoðun á þessu? Með orkuverð á Íslandi. Hvar stöndum við? Já, í raun og veru þá held ég að við stöndum vel, en málið er auðvitað það að það er eftir því hvað við skoðum þetta í löngu eða stuttu perspektífi. Við getum auðvitað, vandinn er auðvitað sá að við erum með orkumarkað út í heimi sem að sveiflast mjög mikið. En ef við gefum okkur það að við ætlum að bregðast við loftslagsvánni, þá gerum við það ekki nema með því að hækka kolefnisskatta á heimsvísu. Nei, nákvæmlega. Og ef við hækkum kolefnisskatta á heimsvísu þá þýðir það bara einfaldlega að kolaiðnaðurinn sem að til dæmis sem við sjáum bara í Evrópu, hann á erfitt uppdráttar í dag. Já. Vegna þess að samkeppnishæfni hans fer minnkandi. Og jafnvel menn eiga mjög erfitt með að fjármagna ný kjarnorkuver sem hefur þótt saga til næsta bæjar. Áður var það bara almenningsálitið sem að kom í veg fyrir að kjarnorkuver væri smíðuð. Núna það í raun og veru bara kjarnorkuver einfaldlega dýr. Já. Þannig að svona til lengri tíma litið að þá erum við með pálmann í höndunum hérna og með þessum hefðbundnu orkuvinnslu leiðum okkar og þannig að síðan í hinu stutta perspektífi hins vegar getur það verið þannig að við getum átt erfitt tímabundið en ég sé eins og fyrir þau fyrirtæki sem að eiga langtíma samninga hér á Íslandi, ég sé ekki annað að þau séu í góðum málum. Já, þetta hérna svona samkeppnishæfni landsins og það fer náttúrulega um 80% raforku Íslandi til stóriðjunnar og hún búin að gera margt og mikið fyrir okkur og mér nú hallmælt töluvert mikilvægi hennar fyrir land og þjóð og svo orkusala. En með samkeppnisumhverfið og þá einmitt hvernig til dæmis Kínverjar ætla að takast á við sína kolamengun að aldamótin þá voru Kínverjar að framleiða ykkur 6-8% af áli í heiminum. Fyrir 2 árum var konið 56% og 87% af þeirri raforku sem var framleitt fyrir kínversk álver kom á brúnkólum sem mengaðasta fyrirbæri sem við þekkjum til að búa til rafmagn. En þannig að þetta eru svona ytri aðstæður náttúrulega sem hafa mikið að segja. Þannig að ef Kínverjar ætla að breyta sínum málum varðandi mengunina þá getur það náttúrulega verið stór tækifæri fyrir okkur líka. En þannig sjáum við bara heimssamkeppnina hvernig þetta getur átt áhrif. Þetta mann aðeins skrifað og talað í þinginu. Þessa samkeppnishæfni sem að snýr bara af niðurgreiðslum og þessu brúnkólum og kínverskri álframleiðslu sem eitt dæmi. Þannig að það er víða sem að samkeppnishæfnin getur komið fram í alls konar hlutum sem tengist landi og þjóð.
Já, ég held að sko land sem getur byggt sem sagt atvinnu sína og framtíðar möguleika á grænni vistvænni orku. Ég held að það sem við höfum sem sagt úr mikla spila, ég held að það sé ekki margir í jafn góðri stöðu við. Nei, þannig að möguleikar þessu akkurat að þessu tíma næstu 20-30 ár við öll heimsmarkmið og annað sem í gangi og eins miklu orkuframleiðendur við erum og hagsmunir okkar að þá hljótum við að líta til þess að nýta þessa grænu orku fyrir verðmætasköpun fyrir land og þjóð að þetta sé bara eitt af stóru málunum í þessu samhengi í markmiðum 2040-2050 á heimsvísu. Já, það einmitt það sem er mjög mikilvægt að það sem við erum að gera hér hefur jákvæð áhrif á heimsvísu og ég bara, mér þykir mjög sárt að þegar menn reyna að tala það niður að þessi orkuframleiðsla hér hafi enga þýðingu. Ég held að það verði ekki þægilegt. Nú sitja menn og að reikna út hvernig Íslandi eigi að bregðast við ef að hlýnun jarðar verður 3 gráður eða því sem næst. Og ég held að sko þegar það er orðið, þá eru vandamálin orðið það stór, þá eru það mörg lönd í miklum erfiðleikum, þá hafa orðið slíkar hörmungar, að þá er ekkit gaman að sitja hér upp á Íslandi og hafa haldið undan 2 gigavöttum af grænni vistvænni orku á mjög hæpnum forsendum. Ég er ekki viss að menn vilji sitja í gapastokknum þá. Nei, við hljótum að gera það sem við getum gert. Ég held að við þurfum að taka á þessum málum af fullri alvöru. Þetta þurfum við að gæta okkar verðmæta, náttúrulegu verðmæta og annars. Við verðum að finna jafnvægi þarna sem að er skynsamlegt og við erum sammálum. Já, nákvæmlega. Hérna maður segir alltaf að maður sé að fara að klára en við verðum eiginlega, það síðasta atriði er eiginlega orkuskipti á Íslandi sem en rétt að klára þáttinn með við erum eiginlega að fara í gegnum 3. orkuskipti núna, það voru fyrst raforkan og ef við maður rétt þá byrjuðum í Hafnarfirði og hérna fyrir margt löngu. Síðan er hitaveitan og ég las nú skýrslu og fyrir einhverjum árum að þá að tala jafnvel að sparnaðurinn fyrir íslenskt þjóðarbú gjaldeyristekjur að sparnaðurinn í gjaldeyrismálum þjóðarinnar væri ykkur 100 milljarðar á ári. Þannig að ef við varum að hita upp með olíu eða öðrum slíkum orku að þá væri við að spara þetta. Þannig að auðsöfnun í samfélaginu sýnist manni hún hefur orðið mjög mikið til tengt þessu raunverulega, hvað við höfum sparað allans í að vera ekki að kaupa eða gjaldeyrinum okkar í kol eða olíu eða hvað það er. En síðan er þetta núna 3. orkuskiptin sem raunverulega samgöngunar og þá hefur maður svona litið að við getum verið að spara kannski vel gengi 30-40 milljarðar raunverulega bara á bíla og þessar innanlands samgöngur og þá er maður ekki að tala skipin eða flugvélar. Hvað eru komin langt í þessu og hverjar eru þessar raunverulega tölur á bakvið? Já, við sjáum það í raun og veru, við erum búin að missa stjórn á sko, orkuskiptunum í bílaflottanum. Að við vorum að hugsa að setja ykkur reglur og annað, en það er bara eins og almenni neytendur séu búin að taka ráðin af skipulagsvaldinu. Ég held að það sem við sjáum hins vegar í fiskiskipaflottanum, sem er auðvitað líka stór, sko bæði mikilvægur þáttur fyrir okkur að ná orkuskiptum þar upp á gjaldeyrisviðskipti líka til þess að viðhalda samkeppnishæfni afurða okkar á erlendu markaði að við höfum mjög lágt kolefnisspor á bak við það. Þannig að það er allt sem mælir með því að menn fari af miklu styrk í það að skoða skipaflotan og þar er bara ýmis tækni til og kannski mikið að nýrri tækni. Það er að segja að menn eru að ýmist að tala vetni eða ammóníak eða aðra orkumiðla og orkugjafa. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst að það er ekki langt í að við förum að gera að fáum stóra ávinninga þar. Við erum svona kannski á svipuðum slóðum og við vorum fyrir 5 til 10 árum síðan í bílaflottanum. Núna hvað varðar samgöngur og sjó og annað. Þetta er náttúrulega eins og segir að raunverulega þjóðin er búin að taka bara ráðin og bara kaupi núna nýorkubíla. Í fyrra var þetta 53% nýjum bílum sem voru keyptir voru nýorkubílar og núna fyrstu mánuðum ársins held ég að hlutfallið sé komið 60%. Þannig að þetta er að gerast mjög hratt núna.
Já, mér langaði til að hitta þann pólitíkur sem þorir að leggja í að snúa þeirri þróðu til. En þetta náttúrulega, sko, þetta eru gríðarlega háa tölur. Ef við tökum hitaveituvæðinguna og síðan núna þetta með samgöngur. Ef við verðum kannski komin í þá stöðu með þessu tvennu að þetta eru 150 milljarðar kannski sem við erum að spara á ári og svo höfum við skipin og annað. Og 150 milljarðar, við erum að útflutningur fyrir COVID manni tölu var 1400 milljarðar. Þannig að með sjá hlutina í þessu, hvað þetta er stórt og mikilvægt þessi sparnaður sem verður við það að við notum innlenda orkugjafa innan hans og raunverulega gríðarlega auðsöfnun í landinu vegna þess. Já, og það sem við sjáum til dæmis sem við lítum tilbaka, sko, að þegar við vorum þarna sem sagt upp á 1970, að þá sem sagt breyttum við heildar, sko, 4% af heildarmagni upphitunar í landinu á hverju ári. Það samsvarar fullkomnum orkuskiptum á 25 árum. Einmitt. Og ég held að sé nokkuð veginn sá tími sem við þurfum að gefa okkur, sko, til þess að ná sem sagt fullkomnum orkuskiptum í samgöngum og þá skipin líka það 25 árin. En dæminu verður ekkert snúið við. Tæknin að breytast og síðan fyrst og fremst þá þurfa menn að þá þarf einhver tækni að vinna reysið, sko, eins og menn voru með vetnisbíla eða rafmagnsbíla og deildum þetta. Svo bara allt í einu fóru batteríin að lækka í verði og það var ekki aftur snúið. Nei, og þetta gerst ótrúlega hratt og svo kannski maður minnist og það maður tala líka um orkuskiptin og nýting og auðlindastraumum í fyrri þáttum. Þetta er 23. þátturinn í vetur, maður er að ræða ýmis mál hérna. Og einu þættinum flugið, það sem við ræddum með rafmagnsflugvélar og annað. Það kemur náttúrulega bara ljós að þegar við skoðum þessu mál að til dæmis innanlandsflug á Íslandi hentar gríðarlega vel bara fyrir það en þess að loftlínurnar eru svona 250 til 400 kilometrar, svo tækni til. Norðmenn eru nú þegar búin að setja áætlunarflug innan Noregs eftir 4-5 ár með rafmagnsflugvélar og það verður síðan mjög spennandi að sjá gríðarlega tækifæri tengt því hjá okkur, þannig að það er ótrúlega spennandi tíma sem eru varðandi orkugjafa í samgöngum vítt og breytt bara á næstu árum. Já, þetta við sjáum líka bara, sko, að í Reykjavík þá fyrirtæki sem að sendir vörur með dróna til rafmagnsdróna til viðskiptamanna. Þannig að, sko, þetta kemur svona, byrjar einhvers staðar og síðan stækkar þetta og breiður úr sér. Já. Þetta eru fín lokaorgunni, við erum búin að fara vítt og breytt, við erum búin að ná með tíma hérna að fara yfir stór svið. Ég bara þakka kærlega fyrir góða og áhugaverða umræðu, svo heyrjumst við síðan. Takk fyrir og ég bið að heyrst eitthvað góður áhorfendur og hérna ég heyrjumst í næsta þætti. Takk fyrir. Takk kærlega.